Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og við höldum áfram að ræða karlmennsku á krossgötum. Hingað eru komnir, turnandi tveir og svolítið úr sikkur áttinni. Þorsteinn Einarsson, feministi, kynjafræðingur, kennari. Og Frosti Logason andfeministi já, andfeministi broadcast maður og fjölmiðlamaður. Verið velkomnir, strákar. Takk fyrir. Þetta er ekkert smá topic, karlmennskan. Þetta er nú eitthvað sem að þið hafið svolítið svona í sikkur horninu gert að ykkar umræðu efni og svolítið svona að ykkar. Þið hafið tekist á svona opinberlega. Það fer nú samt ekkert illa á með ykkur hérna allavega, en sem komið er. Ég var mjög glaður að fá tækifæri að hitta Steina aftur í stúdíó eða langt síðan síðast. Já, ég var svolítið brjáláður í Frosta eftir síðustu samskipt okkar í fjölmiðlum, en nei, sko, það er svo skrítið, eins mikið og markvisst og og Frosti Logason sko hamast í, ef að segja fólki eins og mér, að þá þetta er svona pínu eins og ég lærði í samninganefnd, sko. Þú ert mjög góður í því. Þú ert nefnilega mjög ljúfur á mannin, en grjótharður á þínu málefni. Þannig að við höfum aldrei einhvern veginn, þráttur ég bara fyrirlít margt sem hann segir og svona áhrifin sem hann hefur stundum, að ég fyrirlíti það að þá einhvern veginn tekst mér aldrei að fyrirlíta hann sem mannesku. Þú veist, við hittumst kannski bara í ræktinni eða eitthvað. Það er eitthvað svona aðskilja mannin og málefnið. En svona þegar þú segir fyrirlítur, þá getur þú útskýrt það þess nánar. Það er það sem að segja. Skýra þetta Já, bara, þú veist, það er svo margt, þú veist, ég man ekkit allt. Fyrsta sem poppar í hausinn á mér, og við höfum nú rætt það, og það er til dæmis bara í hvert einasta skipti sem ég fór í Harmageddon eða, þú veist, ég fór í Ísland í dag einu sinni, að þá, sko, það var aldrei einhvern veginn samtal og þetta fór alltaf út í eitthvað kjaftaði og ég upplifði, sérstaklega í síðustu samskiptum okkar, að eina markmið hans væri að draga fram einhverja mynd af, mér og feministum almennt sem væri einhvern veginn að rökstyðja svona í rauninni svona andfeminísku sjónarmiðin hans. Og og mér finnst það pirrandi og svo er náttúrulega bara margt, alls konar teik sem að ég náttúrulega er ekki áskrifandi broadcasti og er ekkert að hlusta neitt sko á það sem þú ert að segja almennt, en stundum leggur það inn í svona mainstreamið, divaf og eitthvað og þá svona sér maður og ég var svona, þú veist, hvernig, bara stundum hugsaði, hvernig nennir þessu? Hvernig nennirðu að taka alltaf svona eitthvað kalla hot take og afbaka hlutina? Akkur ekki bara staldra við og sjá, kannski þarf ég ekki að afbaka þetta. Það er svona pínu það sem ég fyrirlít. Já, þú myndir segja það sama? Mér finnst, rosalega áhugavert, sko. Ég byrjaði að segja náttúrulega það sama Steina. Ég hef ekkert á móti honum sem persónu og ég væri reyndar til að við varum að tala saman miklu oftar því að ég er vissulega mjög ósammála Steina oft og mér finnst hann reyndar vera að hamast miklu meir í mér heldur en hann segir að ég sé að hamast í honum en við upplöfum þetta greinilega á ólíkan hátt. Og vissulega í þeim samskiptum sem við höfum átt í viðtölum í gamla daga þá við kynum það að ég svona reyna að finna götin í hans málflutningi af því að mér finnst hann vera götóttur og ég reyni að draga það fram þegar við erum að spjalla saman. Og hann þá upplifir það sem ég sé að reyna að snúa út úr eða mála upp einhverja mynd sem er ósönn og svona. En við erum greinilega bara í grundvallaratriðum mjög ósammála og ég held að besta lausnin þegar að menn eru mjög ósammála er að tala meira saman og finna eitthvað svona grundvöll til þess að vera sammála og að því að það er vissulega vandamál í þessari umræðu að þú nefnir hana karlmennsku og krossgötum sem mér finnst ég reyndar ekkert hafa verið að marka mér neitt stað í þeirri umræðu sérstaklega. Ég held að Steini hafi miklu meira verið í því heldur en ég. En í allir þeirri umræðu finnst manni eins og þessi margumtalaða skautun sé allt og mikil sundrung og bergmálshellar á báða bóga. Þannig að manni finnst svona hrópandi vöntun á meira samtali á milli
þessara ólíku sjónarmiða en ekki bara hvert annað. Sko. Nú er talað bara, svo við leggjum hérna vandamálinu á borðið, það er talað að körlum líði illa í samfélaginu. Ungir karlar fremja sjálfsvíg, þeir meiða konann og alveg í stórum stíl, meiða konur og það er eitthvað að. Og þess vegna finnst mér mjög áhugavert að einmitt bjóða hingað til borðs ólíkum körlum sem að ég veit að vilja bræðrum sínum allt til besta og búa í góðu samfélagi, ala hér upp börn sem eru örugg og glöð. Þannig að en hvers vegna hefur einhvern veginn ekki fundist þessi sameiginlegu grundvöllur, haldið þið? Já, þetta fer alltaf í einhverja svona skotgrafir og ég upplifi sko til dæmis málflutning Þorsteins og svona þessar róttæku feminista sem mjög svona sundrandi málflutning sem að... Getur útskýrt svona að hvað leiti? Já, það er náttúrulega bara, þessi áhersla á einhvern veginn að karlkynið sé vandamálið. Það er þessi umræða núna mikið, við verðum að ræða kynbundið ofbeldi, við verðum að ræða hvað karlkynið er að gera kvenkyninu, og við vitum öll að ofbeldismenn eru náttúrulega bara lítill hluti af menginu, ofbeldisfólk. Það eru alltaf til ofbeldisfólk á báðum kynjum, en ofbeldi karla er mun alvarlegra ofbeldi. Og það kemur inn í þetta testosterón og árásarhneið sem fylgir því og meiri kraftur og afl sem er meiðandi. En aftur þá eru ofbeldiskarlar eða ofbeldisfólk bara lítill hluti af stóra menginu. Lang flest fólk er alfarið á móti ofbeldi og tekur aldrei til þess að beita ofbeldi. Og vissulega, eins og ég segi, karlar, ofbeldi karla gegn konum, það er náttúrulega er rosalega þungt og alvarlegt vegna þess að bara eins og okkur öllum finnst, og manni finnst það að vera mesti aumingjaskapur í heimi þegar karl lemur konu og við fyrirlítum það sko. En það er enga síður til staðar en að þetta sé svona kynbundið endilega, vandamálið er bara ofbeldi, það er ekki endilega, hvað karlkynið er að gera kvenkynið, og þessi umræða, hún verður svolítið til þess, hún hrindir frá og er örugglega ekki fyrir til dæmis unga drengi sem að alast upp, þá er þetta ekki góð skilaboð einhvern veginn að karlkynið sé vandamálið, karlkynið sé stöðu til vandræða og svo framvegis. Já, ég hætti bara að skrifa því að það er svo margir punktar sem að ég hefði viljað bara staldra við og stöldur maður sér, en ég er að reyna að vera svona pínu, ekki kalla og ekki grípa fram í og ekki gera þetta einhverju vesinni en það er svona ákveðin grundvallar sjónarmið sem að truflar alltaf umræðum karlmennsku. Í fyrsta lagi þá er það náttúrulega flestir sem að eru tilbúin til að tjá sig karlmennsku hafa ekki hugmynd hvað karlmennska er í fyrsta lagi. Bara láta eins og karlmennska, að vita allir hvað karlmennska er af því að þeir eru kallar. Það er í fyrsta lagi misskilningur, og þegar að það er verið að gagnrýna karlmennsku, karllægni, kynbundið, ofbeldi og annað, þá er verið að tala um mynstur, það er verið að tala um eitthvað sem er kerfisbundið, samfélagslegt, sögulegt og svo framvegis. Það er ekkert verið að segja um þig, Frosti, að þú sért ógeð og viðbjóður og fæstir... Ég var ekki að segja það, ég var bara að segja að þetta væri ekki gott fyrir umræðina. Fæstir strákar, segi ég, taka það til sín að þeir séu ógeðslegir. Ég kaupi það ekki fyrir 5 aura. Strákar séu eitthvað pínu litlir inn í sér, eitthvað svona algjörlega valdlausir, þolendur umræðinar, vondu feministana hvað þeir séu mikið ógeð, eins og þeir liggi bara eitthvað alveg kúar. Ég nefndi sérstaklega, Steini, ég nefndi sérstaklega ungir strákar. Það verður óhollt fyrir unga stráka að fá þessi skilaboð, því að ungir strákar eru eins og eru óharnaðir og óþroskaðir. Hvaða skilaboð eru ungu strákarnir að fá? Skilaboðin þessi að karlmenn séu til óþurftar og karlmenn séu hættulegir og karlmennska sé vandamál. Og hvaðan fá allir þessi strákar þau skilaboð? Frá þér.
Ok. Já, einmitt. Akkurat, ok. Og svo En ekki, ok, hérna liggur greiðlega einhver svona grundvallarmisskilningur ég meina að við, sko, og Þorsteinn, getum við ekki bara kannski til þess að halda umræðinu einmitt og halda öllum köllunum inn í menginu ofbeldi, þá gagnvart konum og öðrum köllum og hvernig sem það getum við ekki kannski líka, þú veist, hlustað á að við þurfum ekki að nota ákveðin orð, eitthvað svona, þú veist, ég meina ef við þurfum aðeins að tóna niður samtalið okkar megin til þess að fleiri komi til borðsins, það ekki eitthvað sem gengur upp? Ég byrjaði, þú veist, ok, bara ég ætla aðeins að staðsetja mig. Ég í grunninn típískur forréttindagaur. Og bara ég hef oft sagt það. Ég frétti með ferðaveldi hérna 2014 þegar ég var fullorðinn karlmaður. Fram að þeim tíma var ég örugglega algjörlega sammála Frosta að öllu leyti. Og ég meina ég gerði í því að drulla yfir feminista og Sólu Tómasdóttur vinkonum mín og eitthvað. Þannig til að ég fór að frétta með ferðaveldi og einhvern veginn auðnaðist að geta hlustað og svo fór ég að læra, þú veist, læriði kynjafræði og læriði meira og meira. Ok, fyrsta sem ég tek eftir karlmennskan. Og ég fer átta mig á því bara, þetta eitthvað steikt. Það eitthvað steikt inn í gangi, það eitthvað steikt sem ég verið að gera, það eitthvað steikt viðþorð og ég fer að stað og bara ég verð að tala við alla vini mína þetta og ég verð að fá alla fótboltasjómlana og forréttindapésana með mér í samtal. Þú veist, þetta ekki gott fyrir okkur. Hvað það sem þú kallar karlmennsku? Þetta var bara sjálfhverft. Þetta var bara út frá því þetta var ekkert gott fyrir okkur. Þessar hugmyndir sem ég rak með á. Þannig að svo þegar ég fer einhvern veginn af stað áfram þá þetta alltaf það sem ég að reyna að gera, það sem ég að segja núna, tóna mig niður, gera þetta á forsendum þeirra og eitthvað svona. Svo læri ég bara, það skiptir engu helvítis máli hvað ég segi, það skiptir engu máli hvað aðferðum feministar beita. Þeir eru feministar og eru taka rými, hafa mikið pláss eins og þú þekkir, þá ert hann. Þá verður þú hann og málefnið, það enginn að tala um málefni lengur af því að það er að tala um þig og hvað að þér. Þegar málefni verður að eitthvað svona persónu með leikandum innan samtalsins. Þannig að, og má ég bara bæta hérna við, af því að það alltaf að tala um skautun og þú talar þú veist, þurfum við ekki aðeins að tóna okkur niður. Þóra, sem var með eitthvað svona gerenda meðvirknis þátt fyrir einhverju síðan, það sem hún alltaf einmitt að taka saman pólana þú veist, þessi umræða eftir Me Too, hún var alveg hrikalega vond og eitthvað svona. Og ég ég held ég mér að hafa farið til þín einhvern tímann þegar ég var í framboði og talaði um polariseringu, hún var svo vond og eitthvað svona, það var að lepja upp þessa orðræðu. En polarisering, ég myndi segja að það væri þá 2 skaut sem eru algjörlega andstæð og það einhvern veginn svona, einhver orka þannig að þau fara einhvern veginn svona í sitt hvort, þú veist, bara frá hverju öðru. Nema síðan þegar maður rýnir í þetta og hefur lesið söguna og eitthvað svona, þá bara sér maður að bara shit, feministar og barátta, þú veist, eins og Íslandi, við erum föst í 1960, Við erum bara föst ennþá í annarri bylgju feminismans, þar sem við erum að berjast fyrir sömu hlutum, við erum að tala um sömu hluti og við erum að gera 1960 þessar félagslegu haftir eða höft og þú veist, við erum ennþá þar og ég segi almennt að kallar, bara almennt, þeir eru fastir þar. Í 1960. Ég held alltaf að vera 20 árum á eftir, en við erum 70 árum á eftir. Kallar þá fastir í hverju þarna frá 1960? Í sín sinni á sjálfa sig, í þekkingu og kallmennsku, í viðhorfum sínum til samfélagsins, í viðhorfum til kynhlutverka og til hvers ætlast að þeim og til hvers þeir ætlast að hverjum öðrum. Við erum bara fastir þarna einhvern veginn, ég var að segja félagslega, menningarlega og jafnvel andlega líka, því að við erum mjög margir bara, andlega ekki alveg komnir með eitthvað þroska sem að við sjáum til dæmis konur gera vegna þess að þær hafa fundið á eigin skinni og reyndar þau sem eru jaðsett að einhverju leyti, þau hafa fundið þennan viðbjóð á eigin skinni og það einhvern veginn hefur veruleiki kvenna ekki allt annar í dag 2025 heldur hann var 1960? Jú, alveg pottið ég að tala um kalla, ég var að tala um hvernig kallar eru og hvernig viðhorfin þeirra. Við höfum ekki, ef við
tölum einfalt, ef við einföldum hlutina og segjum að konur hafa síðustu 100 árin verið bara í baráttu, bara í fyrsta lagi náttúrulega fyrsta bylgja feminismans, við höfum líka að fá að kjósa og mennta okkur, akkur með þið, það en ekki við, ok, svo heldur baráttan alltaf áfram og samhliða öllum þessum, ef að segja, baráttum málum, að þá hafa, ég að segja, konur frelsað sig undan höftum kvenleikans. Þú veist, þessari eðlishyggju hugmyndum að konur séu nú bara svona, þú veist, það hafa verið að bara brjóta þessa múra. Reyndar hafa margar þurft að aðlaða sig að karllægni samfélagsins og feðraveldisins, en það er eins að þannig að konur hafa farið í gegnum alls konar og einhvern veginn svona þurft að sanna sig, þú veist, þær kunna keyra bíla og eitthvað svona að kjaftaði. Á meðan við erum bara að vakna upp vondan draum, kannski upp úr MeToo-byltingunni, að bara shit, við höfum ekkert verið að taka þátt í þessari samfélagsþróun. Við höfum bara setið og bara svona hort á og þetta kemur okkur ekki við, þangað til að pressan er orðin það mikil að við erum komin að skautuninni, þeir eru farnir eitthvað lengst, við erum komnir í, við þurftum að halla okkur upp að eins og Íslandi, ég meina ungi strákar og ég veit ekki betur en að þú jafnvel, anti-Kristur sjálfur sko, hérna sért komin í þjóðkirkjuna, það er trend hægrisins sem er að einhvern veginn, þar er gamla góða feðraveldið og við höllum okkur upp á því, það er ekkert að virka, það er engin svör fyrir okkur, þannig að trúin, Jesú Kristur og Guð, ég ætla að halla mér upp á því, ungi strákar farnir í kirkju, Nú hef ég fengið marga kalla hér að borði og ég ræði oft og iðulega einmitt þetta með aukna kirkjusókn drengja. Ég meina, ég fekk hingað til mín mann fulltrúa múslima, þjóðkirkjunar, lífskoðunarfélaga og við vorum að velta þessu fyrir okkur hérna. Og þetta, svona okkar niðurstaða eftir allt þetta spjall var einmitt svo að ungi drengir væru ofboðslega leitandi vegna þess að þeir upplifa sig utan gátta og finna engan þeir finna engan stað til þess að tilheyra. Og þá er þetta kirkjan sá staður sem að er bara þannig uppbyggður að hann tekur á móti leitandi fólki. Já, ég held hreinlega að kirkjan með öllum hennar göllum sé sko það sé margt sem að þegar kirkju þáttaka kirkjusókn var meiri áður að þá hafi þetta verið meira samfélag sem að fólk átti meira sameiginlegt og það er síðan bara mín skoðun í dag eins og þú segir að ég hef breyst og róttæku trúleysi er ég komin í þjóðkirkjuna, það er alveg satt það er bara mín persónulega vegferð að því að uppgöta að sko samkvæmt minni skoðun þá hefur maðurinn mjög hollt af andlegu lífi og verið ekki bara upptekinn af hinu veraldlega heldur að finna einhverja leið og finna sjálfan sig í andlegu lífi og mér finnst mjög sérstakt að það sé talað um það hér við þetta borð eins og það sé einhvers konar neikvæð þróun að fólk leiti meira aftur tilbaka þá í trúarlíf og andlegt líf og síðan er þetta sko svona fólk úr þeim ranni sem að Steini kemur og sko það fagnar í mjög til dæmis að þú nefndir múslimar sem þú tala við að þar er einhvern veginn miklu meira samþykkt að menn sé að leita í trúna og sem sagt við sem samfélag samþykjum það að þeir séu mjög trúaðir og líf þeirra byggist á trúarlegum gildum en það þykir einhvers konar öfgahægri mennska að fjölskyldan fari til messu einu sinni í viku í íslensku þjóðkirkjuna. Er þetta ekki kannski vegna þess að þjóðkirkjan var lengi vel, hélt hún svolítið í þetta gamla fyrirkomulag, þetta, ég meina, kjarnorku fjölskylduna sem að voru, þú veist, karlinn fyrir við annan, konan heima, allt þetta, þú veist, allar þessar hugmyndir, þeim voru svolítið ýtt og þeim var gert hátt undir höfði, samkynhneigð var svona lítinn hornuga og hvað þá, og sko, bara hinsegin leikinn og það hún er bara gengið í gegnum mikla sjálfskoðun og þróun kirkjan og hefur slípað af sér mörg af þeim hornum sem að voru að svona, já, gera hana óaðlaðandi hér áður
og ég sannlega, ég tók þátt í því að gagnrýna kirkjuna mjög á árum áður. Já, kirkjan einmitt, eins og segir, hefur farið í gegnum svona endurnýjun svolítið síðustu ár, allavega þjóðkirkjan, það eru auðvitað til alls konar söfnuðir en þessi kirkja sem ræðir virðist vera svona svolítið up to date, ég meina það mjög róttækur biskup og talar fyrir réttundum transbarna og allt þar á milli. En bara svona, svo við förum aðeins aftur inn í það sem að Steini var að segja sko, þú talar að karlar hafa orðið eftir einhvern veginn, að það hafi einhvern veginn ekki orðið þessi samfélagslega framþróun. Ég velti fyrir mér sko, þetta eitthvað sem að þú tengi við, Frosti? Ég meina, karlar auðvitað höfðu ákveðin réttindi, sátu þeir þá bara á bekknum og biðu eftir að konur myndu þá ná þeim eða svona alltaf því og bara svona gleymdu sér svolítið, eða hvers vegna líður körlum til dæmis bara mjög illa í samfélaginu, svona samkvæmt öllum þeim rannsóknum sem að koma fram, líðan karla, hún slæm? Já, einmitt, svo ég sværi því nú sko ég tengi ekki við það að karlar hafi orðið eftir fastir einhvern veginn í 1960 og samfélagið okkar hefur þróast mikið síðan þá og karlar hafa gert það líka. Það samt augljóst, eins og þú segir, að það mikil vanlíðan og karlar að dragast aftur úr í ýmsu tilliti, hann mjög sko skólasókn og háskólamenntun og svo þetta sjálfsvíg alveg ævintýralega og allt algeng hjá karlmönnum. Já, því miður, þá verður svo vera og einhvern veginn ekkert láta þar á einhvern veginn. Já, og þú veist, og glæpahneigð og þú veist, fangelsisvist sko, og allt þetta auðvitað tengt sko einhvern veginn einhvers konar brotnu samfélagi. Ég var nú einmitt bara að skoða þú veist, athugaði sko með morðtíðni, hvar morðtíðni væri lægst við meðalög höfðatölu í heiminum og þá sér maður það mjög glögglega að þetta eru löndin sem eru með fæstu morðin eru undantekningarlaust svona mjög mikil velmegunar þjóðfélög og rík þjóðfélög. Bara fyrsta sæti San Marino, Monaco, Andorra, Isle of Man, Singapore, Japan, Luxemburg, Katar. Þetta eru löndin sem eru með lægstu morðtíðnina og Ísland líka einhverstaðar fljótlega eftir reyndar, en það auðvitað, þú veist, ógæfan fylgir einhvern veginn þú veist, hvað ég segja, fátækt og svona félagslegri þeir sem eru á jaðrinum félagslega, það eru þessir sem eru ógæfusamastir og lendi í fangelsum. Þetta sé svona stéttatengt. Já, og það að einhverju leyti og það eru augljóslega sko einhverju leyti fólk sem finnur ekki tilgang. Ég trúi því að þessi nauðsynlegt hverju manni að finna til ábyrgðar og vera með tilgang í lífinu. Ef þú hefur það ekki, þá er landinu kippt undan þér sko. En þetta mjög áhugavert viðfangsefni, hvers vegna það svona og þarf örugglega að rannsaka miklu betur. Ég held að taka undir sko, ég held að það sé mjög mikilvægt á þess að ég sé sérfræðingur þar sko í svona mannlegu eðli eða þú veist hvað maðurinn þarf almennt en þetta með að hafa ábyrgð og tilgang þú veist, og ég held bara maður lítur inn á við þú veist og þá ef maður upplifir að maður skipti engu máli og ger ekkert gagn þú veist þá líður maður ekkert sérstaklega vel það er alltaf mér reynslu það sem ég sé í kringum mig. Þannig ég held að við getum alveg tekið undir það, að ég geti tekið undir það með þér, að það er mikilvægt að strákar og kallar finni einhvern veginn til sín ábyrgðina og tilganginn og eitthvað svona. En ég ætla hins vegar að segja að það hefur ekkert með feminista að gera, það er að segja vanlíðan og staða kalla, það hefur ekkert með kvenréttind að gera, það hefur ekkert með framþróun samfélagsins að gera sem að hefur einhvern veginn skilið kalla eftir, vegna þess að við verðum að horfa á svona aðeins stærri mynd og án þess að við förum endilega að blanda í rauninni fjárhagslegum og félagslegum auð inn í þetta stéttaskiptingu, við þurfum þess ekki einu sinni af því að, þú veist, þá íkist í rauninni bara það sem ég ætla að segja að sko karlar búa almennt við forréttindi í okkar samfélagi og
þú veist, þannig hefur það bara verið og þannig það í feðraveldi samfélagum. Það er bara fundamental, almennt búa kallar við forréttindi. Hvaða forréttindi eru það helst? Býta aðeins. Og feðraveldi virkar sem sagt þannig að það hyllir köllum á kostnað kvenna og annarra kynja og jaðarsettra og svo ýkist þetta eftir öðrum félagslegum breytum. Okay. Og feðraveldi virkar þannig að það jaðarsetur, það útilokar og það aðgreinir. Þannig að ef við berum saman karl sem atvinnulaus og konu sem atvinnulaus, þú veist, þá sjáum við að kallin skur ofar. Hvernig sjáum við það? Bara almennt ef við berum saman eins sambarlegt og hægt þá sjáum við að kallir eru skur ofar. Ég ætla ekki að fara inn í kenningu kallmennsku sem að byggir á svona 6 stólpum og eftir Silvíu Volby og Þorgeir Jensdóttir hefur skrifað grein um þetta. Þú verður bara að lesa hana ef þú hefur ekki lesið hana og fólk sem hefur áhuga á að kynna sér feðraveldið, það bara mjög aðgengileg íslensk grein sem fer yfir þetta. Svo skal ég bara skrifa pistil sem að setur þetta í samhengi við Ísland á næstu dögum hjá Hjónvarpinu, plugg, Patreon, Hjónvarpið. Ok, hvert var ég að fara með þessu? Jú, ég ætla að fara með þjáningarnar. Já, forréttindum. Nei, ég ætla að fara inn í að þetta með vanlíðan og eymd og sjálfsvíg og skólagöngu drengja og allt þetta. Við verðum að horfa á að strákar, þeir eru ekki almennt undir í samfélaginu. Við verðum bara að horfast í augu það. Við verðum að horfast í augu það. Ef við tökum skólan sem dæmi, byrjum bara í grunnskóla, þegar að þú ferð að átta þig á því að það einhver ákveðin hegðun og viðhorf sem eru cool. Þú veist þegar mamma og pappi hætti að vera áhrifavaldurinn í lífinu, þá fara félagarnir að gera það. Það gerist kannski að segja mjög heavy í 7. bekk allavega og svo ýkist það bara. Ok, það ekki cool að læra. Það bara ekki cool að leggja á sig. Það sem við tengjum frekar við að vera cool að leggja ekki á sig, að gefa skít í þetta, mér sama, mér fokkin drull, eitthvað að ég svo harður. En þetta félagslega viðhorf, þú veist, þetta lýsir ákveðnu vandamáli. Ungir drengir sem að halla sér að öðrum strákum til að líta til uppeldi svo framvegis eru oft á tíðum þeir sem kom ekki frá nægilega sterku heimilishaldi eða hafa til dæmis ekki sterka föðurmynd sem rosalega mikilvægt og hefur verið. En þannig ertu bara að segja eitthvað. Nei, þetta hefur verið sýnt fram á bara í endalaust á sálfræðirannsóknum að án hvatningu föðurs þá lífið bara afskaplega dapurlegt og þá leita þér í fyrirmyndir á jafnöldunum sem geta ekki kennt þeim neitt og í erlendi sem er kannski gengja áhrif. Eru þeir drengi bara döðdæmdir? Nei, það er ekki döðdæmdir. Einstæða maður geta staðið sig mjög vel. En allar rannsóknir og statístík sýnir að börnum reiðir betur af með 2 foreldra. Með 2 foreldra sama hvers kyns? Mamman, ég veit ekki, með 2 foreldra allavega. Mamman það þarf ekki föður, það þarf bara 2 foreldra. Mamman auðvitað getur staðið sig mjög vel en hún getur auðvitað ekki gert allt og það bara liggur í hlutarnir eðli og rannsóknir sýna bara að börn með 2 foreldra þeim reiðir betur af heldur börn sem eru bara með 1 foreldra. Þannig að það þarf ekki kall, ég skilja rétt. Það þarf bara 2 foreldra. Já, ég bara tala 2 foreldra. Já, ok, að þú talar föður, sterka föður ímynd. Já, það sérstaklega litið til þess að föðurímynd mjög mikilvæg fyrir unga drengi. Mikilvægur en 2 foreldrar? Örglega, ég er ekki sérfræðingur um það. Ég held nefnilega að það sé kjaftaði Ég held að þar sérstu bara að segja eitthvað. Ég var ekki að leggja áherslu á það en ég myndi ímynda mér að sterk föðurímynd sé mjög mikilvæg og ef þú hefur hana ekki þá ertu útsettari fyrir því að lenda á villigötum í lífinu og Þú ertu, Frosti, svo ég spurði þig bara beint út, ertu að tala út frá sjálfum þér? Nú mistið þú föðu þinn ungur. Ég var reyndar rúmlega 20 þegar að faðir minn féll frá, þannig að ég var þú fórst í bölvarugl og alls konar. Myndur þú segja að það hefði verið vegna fráfall föðuðins eða var það áfallið? Já, ég hef sagt frá því áður og ég sakna ég þess að hafa föður minn, skilur, þegar ég að verða ungur maður og eignast þín eigin börn og fá þá leiðsögn og leiðbeiningu sem að ég hefði óskað að ég geta fengið frá honum en ég var allavega svo gæfusamur að hafa föður þangað til ég var 20 og en ég er ekki að tala um mig persónulega í því samhengi, ég man eftir að hafa séð þessar rannsóknir ekki bara
einhvern tímann síðustu 2 árum var ég að lesa svona rannsóknir og það er mjög sterk fylgni og mjög ábyrjandi að föðurímynd er mjög mikilvægur þáttur í uppeldi drengja sérstaklega og ég veit ekki alveg með þessi forréttindi sko. þú talar einmitt mjög mikið forréttindi en við sjáum það alveg að karlar eða ungir drengir eru ekkert í sérstaklega góðri stöðu og ef þú berað saman við kvenkyns jafnöldur í skólum og svona þá það alltaf kemur það alltaf verð út fyrir strákana. Þú veist, þeir flosna upp úr skóla, þeir get ekki lært. Þú segir að það er ekki cool. Ég segi að það sé ekki cool af því þeir eru ekki með nægilega sterkt uppeldi á bakvið sig. Það er ekki nógu margir kallar að kenna þeim? Nei, ég sagði það ekki. En væri það ekki, þú veist, alveg eins gott að það væri bara aðeins svona betra og sterkara litróf af bara öllum kynjum að kenna börnum? Jú, hiklaust. En þetta hefur nefnilega oft verið sagt þetta með sko að það vanti kalla inn í skólana og þá muni einhvern veginn drengjum vegna betur en við eigum íslenskar og erlendar rannsóknir sem að sýna að kynkennara hefur ekkert með námsárangur stráka eða kynja að gera heldur kennsluaðferð þannig að við tengjum kennsluaðferðnar og nálgunina við kennsluna eðlilega við námsárangurinn en mér langaði að klára bara því að ég var að tala um að það væri ekki cool og ég er að byrja kannski í 7., 7., 8. eitthvað þú veist það er ákveðið atmóð, það er ákveðin stemning þú veist þú ferð frekar einhvern veginn og mætir á, ég veit ekki, æfinguna eða einhvern veginn, þú spilar svona ákveðin leik og það er ekki hvetjandi og segja stráka menningin almennt, ég get bara að tala almennt hún er ekki hvetjandi fyrir það að svona vera ábyrgðafullur, alveg eins og við sjáum í rauninni kvenleikin ýtir stúlkum í ábyrgðina jafnvel að taka ábyrgð á vinum sínum kallkyns vinum sínum, sko, þetta þekkja nú bara fullorðnar konur í dag, en ok þannig að byrjum það er ekki cool, en síðan bara skiptir það einhver máli hvort að þeir standi sig vel í skóla eða ekki upp á þeirra einn lífsgæði, þeirra laun, þeirra lífeyrisréttindi og svo framvegis vegna þess að þeir komast í störf sem að eru vel launuð, þeir fara út á vinnumarkaðinn, þeir afla teknana ef að viðkomandi sem oft með konu, þá hún oftast í hlutastarfi, þrátt fyrir að atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi sé eins og mesta í heiminum, en konur eru yfirleitt með háskólamenntun en í hlutastörfum. Svona eins og konur elski bara að mennta svo ógeðslega mikið til þess að vera í hlutastörfum til þess að sjá heimilið og þriðjuvaktir og svona sem að fólk eins og þú hamast við að grafa undan. Þarf það endilega að vera svo neikvætt ef að konan finnur sig því að hún vilji vinna minna og vera meira inn á heimilinu og þessi hlutverkaskipting sem sé ákveðin á milli hjóna komið þannig út að konan sé ekki að vinna jafn mikið og karlinn. Ef við værum bara frjálsir einstaklingar einhvern veginn ekki í einhverju samfélagi sem að ekkert hefði áhrif á okkur og værum algjörlega frjáls og eitthvað þá ætti það ekki að skipta máli alveg eins og kyn ætti ekki að skipta neinu máli en það bara því miður gerir það á meðan við búum í samfélagi sem er litað feðraveldi, kapitalisma, neysluhyggju, markaðsvæðingu þú veist, bara skalir í kallmennsku. Ég held að vandamál Steina sé mitt að hann sé svolítið heila þvegin af þessum kynjafræði hugmyndum sem að vefjast fyrir honum það er mín einlega skoðun þetta er samt meira vefjast fyrir þér því að þú getur ekki haldið áfram í eina skipti sem þú vísaði rannsókn þá varst ekki alveg viss það er dálítið vont og það er líka dálítið vont þegar þú með þinn eigin fjölmiðil velur til dæmis, og eitt af því sem ég tek eftir er til dæmis þegar þú ferðan á mitt svið og ég segi mitt svið að því að ég er með ákveðin ég er mjög mikið svona nýs í kynjafræðinni sem er karlmennska og kenningar karlmennsku og karla þannig að þegar þú segir til dæmis í einhverju viðtali eða hvort þetta var rant eða eitthvað að sko það er ekki, vandamálið er ekki karlmennskan, heldur skortur á karlmennsku þessi fullyrðing, þetta kemur frá þér og þessi fullyrðing, hún er ekki, þú veist það er engin rök fyrir henni þetta er bara eitthvað þetta er bara hvað er karlmennska? Ég held að kynjafræði hugmyndur karlmennsku séu bara ekkert mjög hjálplegar. Er þú kynjafræðingur eða? Nei, ég er ekki kynjafræðingur og þú töngast á því, þú setur rosa mikill sérfræðingur og allt það, en þetta er Já, því ég veit að það skiptir máli að vera búin að metta þessi í einhverju. Getur ekki verið að þetta samtal, það bara einhvern veginn geti ekki farið fram á milli þessara tveggja póla svo lengi sem að þið virðist verið að tala bara gjörsamlega sikkvoran hlutin. Já, mér heyrist það sko. Vegna þess að ég meina, hvað ef við finnum bara samnefnaran, ég meina, hvað erum við sammála um að sé karlmennska? Já, hvað erum við sammála um að segja karlmennska? Þú veist,
Ég veit ekki, erum við sammála eitthvað? Ég held ekki, sko, ég held ekki. Þú veist, ég meina, þegar við tölum kvenleika, þá tölum við eitthvað svona mýkt og við tölum eitthvað svona ábyrgðartilfinningu og eitthvað svona. Ég meina, hvað þá karlmennska? Já, ég var alveg dett út núna, ég var að hugsa svo mikið núna, sko... Tölum það, hvað finnst þér að vera karlmennska? Já, þú veist... Það er ekki hægt að skilgreina þannig að það verði einhver svona endanlegt definition, en til þess að, og ég gera það oft í fyrirlestrunum, að þá svona bara að því að það er mikilvægt að taka samtalið karlmennsku, að því að mitt markmið er að ég og þú og fólk almennt á vinnustöðum heima hjá sér geti séð hvernig karlmennskan sem er by the way afurð feðraveldis, við getum aldrei slitið hana frá í rauninni þessum kynjuðu valda tengslum milli karla og kvenna, það er bara ekki hægt. Við verðum alltaf að skoða hlutin í samhengi og þú ættir að vita það sem að þú ert búin að fara í gegnum háskólanám að samhengi hluta skiptir máli og sem fjölmiðlamaður þá bara, þú veist, þú getur ekki neita fyrir það er nauðsynlegt að skoða samhengi. En við erum að tala um bara, en hver er essensin í karlmennsku? Við erum að tala um okkar samfélag, við erum að tala um ykkar reynsluheim, ég meina þú veist, ykkar reynsluheimur er ekkert svo voðalega ólíkur, þið hafi kannski, þú veist, þið ólust upp hérna í sikkoru hverfinu en þú veist, útkverfinu, en hérna svona, þú veist, fenguðu svona svipuð tækifæri. Þú veist, aðeins og mikill sérfræðingur til þess að geta átt þetta samtal. Þú talar svolítið þannig, kynjafræðin sé svo flókin og það sé erfitt að fara út í dýtilega, þú sé sérfræðingur og það er bara að hlusta á þig. Nei, bara þú er ekki að segja eitthvað kjaftaði sem þú veist ekkit Það er það sem er mjög stoltið leðilegt, sko, þegar ég sé svona gauðra að fara ykkur hlaðvörp og viðtöl. En ef Frosti segir þetta er karlmennska og þú veist, og þú ert ekki sammála því, eða þú veist, þetta er svolítið... Þá er hann sérfræðingurinn og ég hefur ábyrgðina. Fullir það eitthvað þú veist, ég veit ekki, líffræði plantna, ég veit ekki plöntur, en málið er við erum ekki að tala plöntur. Eina sem ég fullir ég vísaði hérna ég las rannsókn, ég menna ég er ekki með hana í hérna haustmámerðin eins og en ég man að sko, föður ímynd væri gríðarlega mikilvæg fyrir uppeldi drengja. Og það er eins sem ég sagði og ég mundi ekki dítilinn. Jákvæð föður ímynd, þá einhver sem er þeim góður og sýnir þeim mýkt og hlýju. Faðir sem að hvetur og segir, þú veist, ég er með þér í liði, ég veit þú getur gert þetta en ég ætla samt til þess að ég vil fá sem sagt þína bestu hegðun og ég vil kalla fram það besta í þér af því að þú ert sonur minn. Og þessi hvatning er gríðarlega mikilvæg. Þetta er bara svona ást og umhyggja. Ég meina, er ást og umhyggja, er það karlmennska? Meðal annars. Umhyggja finnst mér, ábyrgð, dugnaður, og vera til staðar, sýna styrk þegar þess þarf. Ertu ósammála þessu, Steini? Þú veist, þetta eru náttúrulega bara eiginleika, við erum bara að tína til einhverja eiginleika. Karlmennsku eiginleika. Já, það er það sem ég er að tala um. Og þeir, sko, eiginleikarnir, af því að við ætlum að skoða skilgreina karlmennsku út frá eiginleikum, að þá endum við alltaf að því að en svo breytist bara tíðarandinn, svo bara breytist menningin og þá allt í einu er þetta ekki lengur karlmennska. Þannig að þess vegna þurfum við að skoða karlmennsku, býttu aðeins, þá þurfum við að skoða karlmennsku sem þetta menningarbundna félagslega fyrirbæri og við erum að skilja að þegar að karlmennska, eitt einfalt er karlmennska eru eiginleikar eða samansafn af eiginleikum eða viðþorfum sem að við eignum köllum. Þetta er svona einhver pakki, einhver svona hugmyndapakki og við eignum þennan hugmyndapakka körlum. Stundum tölum við um eðli, þetta sé testosterónið, þetta sé DNA-ið, þetta sé titlingurinn að þeim, ég veit ekki, eitthvað svona líffræðilegt sem að bara verður til þess að strákar elska bíla, strákar elska bolta og strákar elska gellur af því að allir eru gagnkynhneigðir, þú veist, þannig kemur gagnkynhneigðarhyggjan inn í þetta líka. En allavega, þannig að ef við ætlum bara að fara að skoða einhverja eiginleika, þá getum við farið ég held ekki nema 100 ára aftur í tíman og þá sjáum við, hvernig eru alvöru kallar. Já, þeir eru í bleiku og þeir eru í rauðu og þeir leiðast og þeir kissast á munnin. Það er svona hommalegt í dag. Við tengjum það ekki við karlmennsku, en þannig var íslensk karlmennska. Skiljið, þannig að við getum ekki skilgreint karlmennsku. Og ekki í bleiku að kissast á munnin. Rauður var litur karlmennskunar. Þú þarf nú ekki að vera með eitt mjög vel lesin til þess að vita það. Rauður var og ég skildi aldrei af hverju afi var alltaf í rauðu á uppáhaldsliturinn hans, en ég skildi eftir að læra þetta. Kannski bara kommi eins og ég.
Já, það. Ok, þannig að og bleikur var svona mjúk útgáfa af rauðum. Alla, og blái þá á móti. Þannig tvíkjan. En hér eru við samt bara svona tína til með tíðaranda og tískufyrirbæri. En hér eru við alltaf að leita af samnefnarunum, við erum alltaf að leita af því bara hvernig getum við leyst þau vandamál sem samfélagið einhvern veginn horfir fram á. Við höfum einhverja fjöldan allan af ungumönnum og eldri mönnum líka sem að líður bölvanlega og þegar af einhverjum ástæðum þá upplifa þeir sig ekki á þeim stað í okkar samfélagi að þeir geti talað tilfinningar sínar og þeir einhvern veginn og það kannski eins og Frosti segir, það vantar einhverja sterka föðurímynd, þið hafi báðir tekið ykkur þá stöðu að vera fyrirmyndir fyrir stráka en þeir eru gjörsamlega ósammála. Já, Frosti í rauninni eldir, þetta karllæga yfirlæti og í rauninni nærir alveg eins og Jordan Peterson, alveg eins og í rauninni þessar, ef að segja, hefðbundnu karlkins fyrirmyndir sem taka pláss í íslensku samfélagi en þú ræðst þessum hefðbundnu eru að næra í rauninni það að strákar axli ekki ábyrgð á sjálfum sér, á viðhorfum sínum og í rauninni á þeim kúltúr, þeirri menningu sem að nærir ofbeldi. Þetta er alrangt ef við nefna Jordan Peterson til dæmis. Hvernig er þetta rangt? Hvernig er þetta rangt að þú setur næra karllægt yfirlæti og fyrri stráka ábyrgð á í rauninni viðhorfum sínum og hegðun sem að grundvallast á kvenfyrirlitningu og einhverjum svona sjómla stemningu þar sem að ég er betri en þú. Þetta er þú veist, hvað þetta er gjörsamlega úr lausu lofti gripið. En þú veist að ég finn þetta á eigin skinni. Þú veist það, ég finn á eigin skinni að ég tali fyrir ábyrgðarleysi að þú ert að valdefla litla sjómla sem að fyrirlíta til dæmis mig, sem fyrirlíta örugglega þig, fyrirlíta bara feminisma yfir höfuð og upplifa hann vera að ráðast gegn sér þrátt fyrir að svo sé sannarlega ekki og ef við skoðum söguna og sjáum að það eru feministar sem hafa verið að beita sér í gegnum söguna fyrir alls konar sem að varðar að kalla eins og öryggi á sjó. Í þessu samtali hér í dag ertu búin að vera að ráðast gegn karlmennsku og drengjum fæðingar, orlof, karla býta aðeins, segð þetta aftur. Þú ert búin að vera að ráðast gegn karlmennsku og einhverjum einkennum karlmennskunar á meðan við höfum setið hér. Hvernig þá? Ég bara í þessu tali þínu að því nefni feðraveldi, ábyrgðarleysi sem að þú tala fyrir, hvað er það? Sjómlar og strákamenning. Hvað finnst þér þetta sem hann talar að þú sért að svona valdefla þú sért að kynda undir hættulegan kúltúr, ég meina samfélagið okkar er allt í einu orðið mjög litað af einhverju sem er talað sem svona incel eða svona það sem að karlar eru orðnir það einangraðir, það jaðarsettir að þeir eru farnir að einhvern veginn svona malla í einhverjum svona viðbjóðslegum hugmyndum hvernig samfélagið hefur brugðist þeim og hvernig þeir þurfi að koma högg á aðra jaðarhópa. Þetta sáum við í Svíþjóð. Þetta er hryllileg skotárás sem átti sér stað þar. Það sem að þú segir er að hann íti með sinni orðræðu undir svona þessa þetta er bara stórhættulegt. Þetta er stórhættulegt. Mér langar að heyra hvað Frosti hefur að segja það. Ég íti undir einhverja incel umræðu. Incel er orðið mainstream. Þú tekur á allir ekki einu svona eftir því þegar þú ert orðin incel. Ég ætla að vona að það sé nú ekki orðin mainstream en það er það. Við bara rannsóknum sína það. Já, einmitt. En frá 2019. Ég tala bara fyrir virðingu gagnvart konum og ég man eftir ég var einhverjum félagðinum kallaði incel leiðtogi. Mér skilst að incel séu þeir sem að sem bregðast illa við því að vera hafnað af hinu kyninu og fara einangri sig og fara að ráðast gegn konum vegna þess og þetta er einmitt það sem að Jordan Peterson talar gegn þessu og ég er algjörlega sammála hans viðhorfum þar og
Ég veit ekki, sjálfur ég náttúrulega bara giftur 3 barna faðir og finnst mjög sérstakt að ég sé tengdur við einhvers konar incel-hreyfingar. Ég næ ekki samhenginu á milli. Nei, en þú veist, ég meina Elon Musk til dæmis, hann kannast ekkert við það að hafa verið að senda nasistum innilega kæra kveðjur, sko. Kannast ekkert við það. En það var hann ekkert að því. Nei, já. En við bara svo, við kannski... Nei, ég meina... Jésús. Bara svo við, höldum áfram kannski bara á þessari, ég meina, getið þið aldrei bara einhvern veginn svona náðu einhverju svona samkomulagi, einhverju sátt í samtalinu bara núna að því að lítum bara til kvennasamstöðunar. Að því að kvennasamstöðan, hún er svolítið svona, hún litar svolítið á því að ég meina konur standi með konum, lyfti þeim upp. Karlar... Í fyrsta lagi þá er enginn að kalla eftir einhverju sérstakri karlasamstöðu. Nei, það eru ekki kallað eftir henni kannski, En kannski en ég velti fyrir mér vegna þess að við erum komin á þennan stað, við erum komin á nýjan stað í okkar samfélagsgerð þar sem að karlar eru allt í einu komnir í eitthvað, sko, við þurfum farnir að sína áhættuhegðun í auknum mæli og beita ofbeldi og sig og aðra er kannski bara þörf á samstöðu á meðal ólíkra karla til þess að uppræta þetta í þeim sem yngri eru? Sko, ekki með Frosta. Ég væri bara því miður ekki til í að taka höndum saman með Frosta og eitthvað búið til eitthvað samkurla sem við ætlum að fara að byggja upp karla vegna þess að viðhorfin hans og ég var að segja sjónarhornið sem hann velur og í rauninni hvernig hann velur að beita áhrifamætti sínum, þau bara vinna hreinlega gegn því sem við viljum sjá, sem eru aukin lífsgæði kalla, aukin ábyrgð og svo framvegis. En hins vegar, ég verð að segja það, bara svo ég gleymi því ekki, að nú hef ég verið með miðlið minn, þú veist, kallmennskan, sem að ég er svona eiginlega að fjara út með, meðal annars vegna áhrifa frá hægrinu, ekki bara frá Frosta en bara svona, bara stemningin er bara þannig, við bara, það er bróstemning, áfram strákar, greiðstrákarnir og nú bara slökum við á helvits feministarnir, eitthvað svona. Það sem ég ætla að segja er, það er fullt af köllum, pöbbum, eldri köllum, ungum strákum sem að ég veit bæði bara út frá rannsóknum en líka út frá bara first hand, þar að segja ég hef talað við þessa einstaklinga alveg bara, við erum að tala 10 ef ekki 100 sem að senda mér laumu skilaboð eða nálgast með eitthvað svona laumulega og þakka mér fyrir hitt og þetta og segja mér á sama tíma að þeir myndu aldrei þora að segja eitthvað á vinnustafnum sínum, í vinahópnum sínum og eitthvað svona. Þetta er hinn skaðlega kallmennska sem er svona menningabundin og hún kúar alla stráka og kalla niður í eitthvað kúltúr sem að við sjáum allir sem erum í þessu partí vinahóp. Það er eitthvað skrítið í gangi en það er enginn sem þorir að nefna það vegna þess að hann veit hvað gerist. Hann gæti orðið út úr. En þetta er svolítið svipað þú varst að tala að strákur gengur illa í skóla því að þið nenni ekki að læra því að þið er ekki cool. Þú veist, við þurfum náttúrulega bara að gera okkur grein fyrir því að samfélagið það bara sveiflast og það verða alls konar tískubylgjur og bólur og okkur svona og við auðvitað bara speglum okkur í náunganum. Þú talar að það þurfa að vera sterkar fyrirmyndir til þess að strákar reiði sig ekki eingöngu á einhverju svona vinaspeglun móta sína eigin sjálfsmynd. Mér líður svona eins og við séum komin niður á eitthvað punkt. Ok, ég sé hann ekki. Hvað punktur? Nei, nú er ég búin að týna honum. En mér finnst eins og þessi málflutningur sem þú ert að bera hér á borð sé einmitt mjög sundrandi eins og þú ræðir. Það er ekki hægt að ræða neitt með Frosta því að þessi kalla sjónarmið og feðraveldið og þetta er bara, þú segir að þetta sé að lognast út hjá þér podcastið eða vefurinn eða hvað þetta er af því að það er svo mikil áhrif frá hægrinu. Já, það er svona bara almennt ekki ímyndaði bara að viðhorfiðin séu bara ekki sjálfbær á torgi hugmyndina vegna þess að þau eru frá þetta er þessi kynjafræði vingill sem er auðvitað bara pólitísk hugmyndafræði sem er bara ekki að gera sig á torgi hugmyndina. Er þá andúð gagnvart henni ekki pólitísk? Er það ópólitískt að vera á móti? Nei, hún kann að vera pólitísk líka
En þetta ekki, eins og þú segir sjálfur, þetta ekki vinsælt á torgi hugmyndana og þetta var miklu vinsællega fyrir nokkrum árum en svo runna á fólk tvær grímur og þetta bara karlhattur og það ekkert að gera neitt fyrir okkar samfélag. Já, en bara í alvegni, Frosti. Heldur þú, Frosti, að Steini svona tali fyrir karlhattri? Já, mér finnst það. Og feministar almennt. Þú veist að þetta algengasta, þú veist, þetta bara í alvegni, þú þarf bara að fara inn á tímarit.is og gerðu hata karla eitthvað. Þetta svo algengur frasi að þú veist, ég held þú trúir ekki einu svona sjálfur að feministar hati karla. Ég held þú trúir ekki einu svona sjálfur. Mér finnst bara að ég upplifa mikið karlhattur í málflutningi þínum í dag. Þetta snýst allt einhvern veginn að karlar séu algjörlega ómögulegur og allt sem að viðkemur körlum sé óæskilegt. Og það þurfa einhvern veginn að breyta þessu og berja þetta niður. Já, ég reyndi að tel að ef að okkur sem samfélagi tekst að uppræta í rauninni arfleið þessara skaðlegu kallmennsku sem að, þú veist, út frá hugmyndakerfinu, þessar kenningarammanum eftir Connell og Messerschmitt til dæmis, sem að, bara til þess að nefna það og getur bara að googla það, að þá erum við alltaf með einhverja svona ríkjandi kallmennsku sem að trónir á toppnum, svo erum við aðra kallmennsku sem að svona leka, þú veist, að leku svona niður til þeirra og með því að mótmæla ekki inn í ríkjandi kallmennsku að þá getum við notið þess. Hinir sem að geta ekki tekið þessa kallmennsku upp, þeir geta bara að fóka sér, þú veist, þá erum við að tala hinsegin kalla sem að í rauninni hafna og get ekki aðlaga sig inn í ríkjandi kallmennsku, fatlaði kallar, transkallar jafnvel, en ekkert endilega. Ok, við erum með þá kallmennsku. Ef að okkur tekst í rauninni að taka höndum saman með baráttu transfólks, baráttu kvenna, ef að körlum tekst að hafa áhrif og í rauninni breyta þú veist, þessum valda tengslum sem að einhvern veginn svona, þú veist, rjómin eða svona kjarni, rauði þráðurinn í karlmennskunni, það hvernig kallar ég að vera að haga sér og allt þetta sem kvenfyrirlitning, homofóbían og þetta ákveðið svona yfirlæti. Ef okkur tekst að í rauninni svona flétta vinda ofan af því, þú veist, þá ég sannfærður um það, við munum sjá það sem við kallum nauðguna menningu og bara kynbundið ofbeldi, ef við breytum þessari karlmennsku þá munum við sjá það minnka á sama tíma og gæði, lífsgæði karla munu aukast, tækifæri karla munu aukast, vegna þess að við gleymum því oft í umræðinni að karlar líka fjölbreyttur hópur. Karlar eru mjög fjölbreyttir. Þeir eru alls konar. Einmitt, að þú talar að það sé þverrandi áhugi á þessu samtali. Er það kannski vegna þess að við erum bara hægt að vera svona bænari? Þú veist, við erum bara kannski bara orðið bara opnar og fjölbreyttara samfélag án þess að við séum einhvern veginn alltaf að njörfa þetta niður í tvö kyn. Við erum kannski bara opnari fyrir því að... Nei, ég held að það sé ekki ástæðan fyrir því hvers vegna öfgar að hætta, Edda Falag gafst upp, hvers vegna, þú veist, mögulega þú gafst upp, þú veist, hvers vegna stemning? Nei, þú veist, eins og þú varst náttúrulega alveg crazy, sko. Já, en ég meina, það var líka bara gerist ímyndilegt, þú veist, að maður bara, þú veist, fullorðnast og þroskast og það margt sem ég sé eftir, sem að ég let hafa eftir mér í fjölmiðlum og þú veist, og eins margt sem að ég get alveg staðið með og var stolt af. Þetta bara, þú veist, einhvern veginn svona gangur lífsins og ég sé kannski ekki í einhverju svona forvarðasveit fyrir feminista þá, þú veist, þá ég nú bara, þú veist, ég vil bara sjá réttlæti fyrir almenning, bara fyrir alla. Já, algjörlega, en það sem ég ætla að segja, ég sé þetta frekar sem trend sem að hefur verið að byggjast hægt og rólega upp, bara í rauninni síðan 2018-19, í rauninni kjölfar á MeToo-byltingunni, það var einhvern veginn svona svakaleg hlustun og svakaleg skilyrði, fyrirtæki, stofnanir og jafnvel stjórnvöld einhvern veginn flyktust með í stemningunni, bara já, herru, þetta gengur ekki, þetta rangt, við erum að útrýma þessu og svo svona á sama tíma laumast inn Andrew Tate, laumast inn svona önnur orðræða og við erum bara stödd núna það sem að hægrið að taka yfir í allri Evrópu, Trump er orðinn forseti, allir ríkustu sjómlar í heimi eru einhvern veginn að sleikja honum raskatið og bara í alvörinni það er eitthvað viðbjóðslegt að fara að gera. En er það karlmennska? Já, það er karlmennska. Það er einn alvarlegasta og viðbjóðslegasta birtingamynd af ferðaveldi karlmennsku og kapitalisma. Einmitt, þú ert að tala sko, mjög öfgafullt tímabil eins og þegar þú ert að lýsa því að þá þegar allt var frábært og fyrirtæki og stofnanir bugtuðu sig og beygðu fyrir mjög sko, öfgakendum
hvað ég segja, áróðri gegn karlmennsku. En hvað finnst þér það sem að var uppljóstrað í MeToo-byltinguna? Var það ekki dögafullt eða ógeðslegt? Það var margt sem var þarft að uppljóstra þar en það var líka andrúmsloft, mjög kúgandi andrúmsloft ásökunar sem að enginn þorði að segja neitt við á löngum kafla en svo þegar fólk svona dreifur andan og átta sig þá var þetta náttúrulega í mörgum tilfellum allt og langt gengið og menn sem að hefur kannski gerst sekjur að vera óviðeigandi eða dónalegir einhvern tímann, þeir voru bara settir undir sama hatt og örgustu nauðgarar og ofbeldismenn og þetta var bara var til þess að pendullinn hann fór allt of langt í þessa átt og þú ert að einhverju leyti að upplifa það núna að samfélagið hafi hafna því þegar það upplifir bara herrinni. Þetta eru öfgar og þetta er allt of hart til þess að við getum byggt eitthvað sameiginlegt samfélag á þessu og þess vegna ert þú hér núna að kvarta við því að fá ekki meira áheyrn því að fólk bara fekk bara nóg af þessu. Nei, veistu það, ég er enga veginn að kvarta, ég er að lýsa aðstæðum, ég er að lýsa veruleikum, ég er að lýsa stemningunni í samfélaginu. Ég kvarta, veistu það, Frosti, ég ætla bara að segja mjög skýrt, mínir hagsmunir hafa aldrei og eru ekki undir því sem að ég tala fyrir komið. Bara aldrei, það hefur aldrei verið þannig að barátta mín hvorki á samfélagsmiðlum, hlaðvarpi eða mæti svona viðtöl hafi einhver tíman staðið undir sér. Aldrei. Ögtu það sem ég held að þú sett að gera sem er að byggja upp fjölmiðil sem að þarf að fá inn áskrifundur og tekjur til þess að standa undir sér. Þannig að þú hefur beina hagsmuna því að viðhalda þinni orðræðu á meðan ég hef það engan veginn. Ég hef enga tapa, ég hef ekkert að vinna, ég hef bara að standa með minni samfæringu. En ég meina, gæti Þorsteinn ekki verið með karlmennskuna í broadcastinu? Jú, ég var að skoða það. Það er alveg opið. En ég veit ekki hvort að það fengi mikið áhorf, Já, af hverju fengi ekki mikið áhorf? Mér heyrst þú verið að lýsa því og það er bara... En ég meina, ef við færum þetta inn í samræðisvettvang karlmennskunar sem er broadcastið, þetta er svona, þú veist, ég meina, þetta er svolítið svona, ég meina, þið eruð ekki í markasetningu fyrir konur. Nei, en þetta er heldur ekkit sérstaklega markasett fyrir karlmenn per se. Þetta er bara... Það alls ekki en jú, ég er með þátt sem heitir Nordic Masculinity við fengum hann hérna til okkar síðast og hann hefur einmitt verið mjög miskilinn út af þessu nafni eins og þetta sé einhvers konar nasista karlrembu þáttur eins og Musk maður svo óumnýtt strákar það er tilneying úr þessum hópi að vilja stimpla alla sem nasista og karlrembur Nei, bara nasista og karlrembur og það er bara eins og þú finnur sjálfur, það er ekki lengur að virka fólk er bara orðið svona áður fyrir þá var fólk í panik bara, að vera að kalla mig nasista ég á svartan vin og eitthvað fór að verja sig, en núna hugsa fólk bara, ég kipir mér ekki upp þetta lengur, þetta er bara, þetta er búið að algjörlega gjaldfella. Nei, það er algjörlega búið að færa línuna að karlremban og í rauninni við erum komið svo langt inn í hægrið og einhvern veginn rugglið. Það er enginn að tala fyrir karlrembu. En er það ekki meira kapitalismin frekar heldur en kannski karlarnir, erum við ekki bara öll svolítið við stöndum, bara sem samfélag, bara veröldun öll á bara ákveðnum tímamótum, við erum bara komin að segja langt inn í svona enga hagsmunadrifna svona einhverja kapitalíska öfgahyggju að mörguleyti, eitthvað sem að, þú veist, ég meina andstæðingar Trump til dæmis vilja hafa svona eigna honum, ég meina ég get alveg staðsett mig þar sem andstæðingur Trump en þú veist, þannig að ég velti fyrir mér hvort að við séum kannski að við séum bara að þróa samtalið aðeins karlmennskuna, þú veist, þetta sé ekki körlunum að kenna endilega, þetta sé svona, þú veist, þetta sé svona samfélagslegt, er þetta... Já, en á meðan að kallar gera ekkert í rauninni til þess að ég var að segja, ryðja annars konar tegund kallmennsku rúms. En þú ert kall og þú gerir það. Já, ég er bara einn. Ég er að tala við erum að tala En þú ert að tala það fullt á ungu drekju sem leita til þín. Já, en í laumi. Ég líka að segja það í laumi. Vegna þess... Ok, en hvernig getum við breytt því? Ég meina, hvernig getum við látið stráka standa með því til dæmis að svara þessu kjaftaði. Hvernig getum við látið stráka standa með því sem þið trúa? Einmitt. Það er eitthvað sem er menningarlegt, held ég, og það er eitthvað sem að við þurfum
svara til dæmis því þegar einhver með stórt plattform og í rauninni nýtur áheyrnar til dæmis ungra stráka sem að leita þessara fyrirmyndum og einhvern veginn að reyna að fóta sig að þá sjá þeir alls konar einhverja kalla áhrifavalda segja bara eitthvað kjaftaði. Ok, þú tala um mig. Nei, ég var ekki að tala um akkurat þarna var ekki að tala um mig. Boða ég einhvers konar karlrembu á mínum vettvangi. Þú fær til dæmis í heimsóttíðin einhverja svona sjómla og ég alveg að reyna að passa með að nefna ekki nöfn af því að þetta snýst ekki nöfn og personur. Þetta snýst hvernig þú ert að beita þér og hvernig í rauninni móttöku skilin hjá strákum og köllum eru. Og kallar virðast vera freka til í að hlusta á þinn málflutning heldur en í rauninni konur eða feminista. En samt sem áður eru kallar til í að hlusta meira á mig. Þú veist, ég byrjaði að fá greitt fyrir það að halda fyrirlestra áður en ég vissi jack shit í hausinn á mér og trillti þig mann ég einu sinni fyrir það að sem dæmi mín forréttindi, karllægni og feðraveldi. Þú veist, það bara staðreynd. Ég held að sé bara ofsalega margir karlar eða ungir menn sem að tengja ekki við þessi forréttindi sem þú ert að tala um. Nei, forréttindin eru ósýnileg þeim sem þau hafa nema þú leggir þig fram að sjá þau. Þannig, það bara eðli forréttinda. Þú ert ekki alltaf að spá í því að þú kemst ekki inn í eitthvað rými af því að þú ert ekki En hvernig væri við farið þó bara að tala um forréttindi sem þú veist, eitthvað sem kannski ekkit endilega skammarlegt. Við getum bara einhvern veginn svona horfst í augu við okkur forréttindi. Ég meina, ég hvít og ég ófötluð við þurfum að geta það þú veist, og ég meina, en þetta eitthvað þú veist, þegar einhver kemur svona að mér svona harkalega og segir við mig þú ert með öll forréttindin, þá tíni ég ósjálfrátt til í hausnum öll þau forréttindi sem ég hef farið á misvið þú veist, þannig að það er ekki sérstök forréttindi að vera hvítur í landi þar sem allir eru hvítir það bara það meikar engan sens það eru forréttindi fram yfir þá sem ekki eru hvít í Afríku eða nei, á Íslandi Já, ég meina, þú veist, en þegar að, 99% allra eru hvítir, þá eru það ekki sérstök forréttindi að vera hvítur. Nei, það verið að tala almennt í valdakerfinu, ekki verið að snúpa svona út úr maður, þú veist þetta alveg. Ég meina, mér finnst þetta tala þetta að vera svona upptekinn af einhverjum forréttindum á þess að það sé skýrt nánar. Já, nei, það er bara, já, gaglegt, ok, ég skal bara taka mig til og bara útskýra þetta í eitt skipti fyrir öll. Senda þér sérstaklega. Mér finnst bara að þið ættu kannski þið ættu nú bara forréttindi, karlmennska forréttindaspjallið þú kannski kemur bara til mín í spjall og útskýrir þetta betur fyrir mér Já, mér líst vel á það Ég hef reynda nokkuð sinnum, ég er ekki alveg viss Þið eru góði kallar svo ég veit að þið hafið hlýtt hjarta og ykkur þykir vænt hvern annan þó að það hafi kannski ekki sést hér við þetta borð svona með hvernig þið tókust á þá veit ég nú alveg að ykkur ekki illt til hvors annars Nei, alls ekki og ég óskast eina alls hins besta og ég er raunverulega til í meira samtal en hann er búin að gefast upp á því einhvern veginn en mér finnst að vera alveg vel þess virði að reyna að tala meira saman en er þetta ekki ég leyni því ekki að mér finnst þessar kynjafræði hugmyndir vera þetta er hugmyndafræði sem að skal ekki taka neitt öðru sig heldur en sem slík, þetta er engin heilagur sannleikur Þú veist, núna rækið þið mig báðir bara sem óbærslega þverhausar, þið bara neitið að horfast í augu við, eða þú veist, þið neitið einhvern veginn að byrja samtalið af því að þið eru svo fastir fyrir í því að vera einhvern veginn móti hugmyndafræði hins skiljið hvað ég við Ég verði til að pikka meira í hana og tala hana, hugmyndafræðina og bara skoðana og hlusta og allt þetta, hlusta á hvern annan ég meina þurfa kallar ekki bara hlusta á hvern annan bara vera duglegur í það? Já, tala minna, hlusta meira kannski. Ég held að það sé alltaf klálega gott að hlusta ekki spurning það var frábært að fá okkur hérna borðinu ég vona bara að þetta sé upphafið að skemmtilegu samtali ég ætla allavega að halda áfram að fylgjast með ykkur og ég vona að þið haldið áfram að fylgjast með okkur hérna ræða karlmennskuna við rauðaborðið karlmennsku á krossgötum og svona velta upp steinum og hvers vegna og hvað við getum gert til þess að láta drengjum og körlum líða betur og beita minna ofbeldi. Þetta er svona það sem að við viljum. Stórt verkefni. Já, þetta er stórt verkefni, en ég meina einhvers staðar verðum að byrja.
Takk strákar, Frosti Logason og Þorsteinn Einarsson, þið eruð sérfræðingar í karlmennsku og sikurum bólum. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að vera hérna með okkur. Takk fyrir að bjóða mér. Og tókið við, það meira hér handa við hlýja. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman.